Hér verður fjallað framsetningu og fleira. Ef við ætlum að reikna þennan dæmi sem eins og til dæmis eitt dæmi sem hérna í fyrsta æfingunni, þá vitum við nú nokkurn veginn hvað þarf að gera til þess að reikna þetta dæmi, líklega flest. Og ég myndi reikna þetta dæmi svona. Ég gera svona jafnaðarmerki, 3 x 11 það 33, 7 x 7 það 49, 3 x 12 það 36, 7 x 8 56 og 33 mínus 49 mínus 16. 36 mínus 56 mínus 20 og mínus 16 deilt með mínus 20 4/5. Og þetta mjög fín framsetning, myndi ég að segja. Út af því að hér verkefnið sjálft, svo í hverju skrefi í jafnaðarmerki alveg þangað til maður kemur að svarinu og strikar maður undir. En það ýmsar leið til að gera þetta illa. Það væri til dæmis ef maður notaði svona samasemmerki svona. Einhvern veginn svona. Þannig að einhver sem myndi skrifa eitthvað svona, hann líklega að hugsa nokkurn veginn nákvæmlega sama og ég var að hugsa þegar ég setti þetta fram svona. En ef einhver kemur að lesa þetta, að þá erfitt að sjá samhengið eiginlega. Þannig að við mælum að því að bara höldum áfram með þetta eina dæmi, að vera bara að krota lítið í dæmið sjálft, nota jafnaðarmerki og milli allar skrefa, líka þegar maður skiptir línu. Þannig að þegar maður skiptir línu, þá byrja þá línu á jafnaðarmerki. Það aðeins fallara heldur en að enda þessa línu á jafnaðarmerki. Þannig að málið bara að hafa verkefni og svo kemur jafnaðarmerki og síðan jafnaðarmerki og síðan svar. Þannig að við viljum hafa þessa tengingu hér. Tengja allt. Svo bara vandaskrift. Ég vil bara nefna eitt í viðbót með jafnaðarmerkið, að það ég segi alltaf að maður verður að bera virðingu fyrir jafnaðarmerkinu. Og það ef maður ætlar kannski að fara að kaupa einhverja 2 hluti í búð og svo ætlar maður að kaupa 3 hluti í viðbót af einhverju öðru, þá maður komið með 5 hluti, en svo mann maður að maður ætlar að kaupa 4 í viðbót. Og þá endar maður með það að 2 + 3 sé 9. Þannig að ég vil bara svona alveg sérstaklega vara við þessu, að maður verður að muna það að jafnaðarmerkið hefur merkingu. Og ef eitthvað jafnt og eitthvað annað og það jafnt og eitthvað það þriðja, þá þýðir það
gefur það að A er C. Þetta fyrsta er það sama og síðasta. Já. Svo ef maður, þegar framísækir og þið fara að lesa jöfnur, bara til dæmis þetta hér, það er náttúrulega nokkra leið til að gera þetta. Þá þýðir þetta ekki að tengja saman þessi skref með jafnaðarmerki, af því þá er maður búinn að segja til dæmis að 0 er jafnt og x í öðru sem er jafnt og 16. Þá er 0 jafnt og 16 sem er ekki rétt. Í staðinn þá nota maður þetta hérna sem heitir tvíleiðingarör, sem er svona ör sem segir að það sem er vinstra megin við þetta merki, það er að segja þetta hér, er fullyrðing sem er nákvæmlega jafngild því sem er hægra megin við þetta merki, sem er hér. En því að ef x í öðru mínus 16 er 0, þá er x í öðru jafnt og 16 og öfugt. Ef x í öðru er jafnt og 16, þá er x í öðru mínus 16 jafnt og 0. Ok, og svo myndum maður hérna klára þetta. Þannig að ef x í öðru er jafnt og 16, þá er x 4. Sem er ekki alveg satt. Þannig að sjáu það að hér er ég að nota þetta hérna vitlaust, af því að ef x er 4, þá er x í öðru jafnt og 16, vissulega, það er rétt. En ef x í öðru jafnt og 16, þá er x ekki endilega 4. Heldur, gleymdu við hérna að gera plús eða mínus. Svona. Þannig að þetta er mjög gott merki, af því að það segir að jafnan sem við byrjuðum með, hún er jafngild þessari hérna lausn, sem þýðir að þessi hérna tvö svör, 4 og mínus 4, eru bæði svör við jöfnunni og þau eru líka einu svörin við jöfnunni. Þannig að þetta er í rauninni, þetta er fullkomin lausn. Þetta gefur til kynna að maður sé með fullkomin lausn. Þannig að við erum til dæmis með ójöfnur hérna sem við erum ekki með. Þannig að x stærri en 16. Já, ef að maður, ég veit ekki, x er jafnt og 17 gefur að x er stærri en 16 en ekki öfugt. Þannig að þetta er engin lausn á þessari jöfnu. Já. Ok, þannig að til þess að tengja saman skref í jöfnureiningi að þá nota maður bara þessa hérna tvíleiðingarör og hefur kannski svona bak við eyrað hvað þessi tvíleiðingur er nákvæmlega þýðir, sem er að þessi fullyrðing er nákvæmlega jafngild þessari fullyrðingu. Ef þessi fullyrðing er rétt, þá er þessi fullyrðing rétt og öfugt. Ef þessi fullyrðing er rétt, þá er þessi fullyrðing rétt.